komið sæl og velkomin til leiks. Það sjötta umferð á Íslandsmótinu í skák og já, leikar eru farnir að hitna, að fara að hitna verulega í gólunum. Við ætlum bara að vinda okkur í þetta. Við ætlum bara að fara beint í skákina sem allir eru búin að bíða eftir. Það að sjálfsögðu Björn Hólm Birgisson og Barri Örn Birgisson. En í smá léttu nóttunum, en já, skák þeirra fer nú ekki í sögubækurnar. Það eru mjög hratt í sögu, 23 leikir og þeir skildi allir. Hún fer inn á sögubækurnar af því að þetta í fyrsta skipti sem að tvíburar mætast á Íslandsmótinu í skák. Takk fyrir. Það er nú alvöru dæmi. En já, toppslagurinn var Vignir Vatnar Stefánsson gegn Hilmi Frey Heimilssyni. Hilmi búinn að vera í algjöru banastöði með fullt hús vinninga, Vignir vinningi eftir og hér var bara ekkert annað í boði fyrir Vigni heldur en að ná í vinning og við fengum enska leikinn. Ég held að þetta heiti hérna Flór Míkenas árásinn. Þessi lína hérna sem nokkuð þekkt og eftir þetta eftir að fá svartur 2 leiki hérna E5 að B6. Það svona helstu leikinir. Hilmir valdi hérna B6 og þá við sjáum tíman og svaraði Vignir að bragði með series 4 til series 5. Kröftugur leikur og já, þetta hugmynd sem að Jordan Farr Forrest og Nodirbek Abdusattorov hafa beitt og svona típist sem hann leitast við í nútíma skák að finna svona hugmyndir til að koma andstæðingnum á óvart, láta hann eyða tíma og svo framvegis. Og já, Hilmir hann fór inn í tankinn, hann eyddi hálftíma og leik biskup B7. Það eru nokkru svona skemmtilegi variantar í þessu. Til dæmis voru að skoða hérna á skrifstofunni henni í faxafenninu. Ef tekið þá kemur vantilega D4 eins og skákinn Van Forrest Ganguly teldist. Biskup D6, biskup D3 og skemmtilegt að ég var á mínum samfélagsminnum frá Öðlundsson og aðeins The Chess Viking, þá vorum við að fara henni yfir svokallaða Fort Knox Queen Trap eins og kallaða. Þetta svona gildur sem kemur oft upp í franskluverð, hvítur hóta biskup G5, bara að vinna dronninguna. Þannig að svarta þar leika hérna H6, þá kemur biskup R4, series 6 og hvítur fær mjög skemmtileg færi hérna. Og það gaman að eftir einhverja svona leiki eins og Van Forrest Ganguly teldist að við sjáum að þetta að koma dronningvagnum út og hérna skemmtilega leikur G4 hérna fáið aftur hérna The Fort Knox Queen Trap þannig að ég gaf að segja að leikur sem biskup B7 þá kemur bara G5 hérna og hvítur komin í algjöra stórsókn þegar má ekki taka út af gildrunni. Líka athyglisvert ef B-tröpu C5 sem talið besta leikurinn en maður sér fá að gera það þá D4 hans skemmtilegur og aftur fáum við þessa gildur hérna og hótum þessum og við rákum þess skemmtilega línunum hérna líka í dag ef biskup B7 og svartur þess að bara aðleikur hér er drepi tilbaka og hann hér reynda kannski svona í hérna sem ég reyndar ekki búin að sjá hann kannski má ég taka hérna en skemmtilegast þessan dronning A4 skák og valda hérna af því við höfum ekki D-beð venjulega í þessar dronningar gildur þá PS valdar hérna en dronning A5 þetta er mjög skemmtilegt og ég ætla að klára þetta með mjög skemmtilega línu viðbót hérna segjum svartu leikinn á H6 þá er biskup E4 skemmtilegur þetta snýst alltaf að taka hérna og leiða ekki biskup B4 þannig að hrókur B hérna mjög kattingislega leikur og þá sjáum við til dæmis að ef að teki hérna það er hrókur B8 og þetta er bara eiginlega enda máti mér finnst að línum bara eiginlega of skemmtilega til að sleppa þeim en já, aftur í skákina Hilmi leik eftir hálftíma biskup B7 þá kom hann bragði dronning A4 skák sjáum þá á tímanótkunni og þessi staða kom upp í skák Nodirbek Abdusattorov og annan Pranav leik biskup C6 þá kemur biskup B5 og hvítur stendur strax mun betur sokatölunum pluss 0,8 besti leikurinn sem ég held að enginn sé að fara að leika yfir borðinu er kongur D8 eyðileggir hrókunarréttinn og til dæmis D4 þá eitthvað svona, það reyndar hún í hér sko en það sem ég veit meina það enginn að fara að leika þessu hérna nema þekkja var réttin þannig að því leyti þetta góður undirbúningur og Hilmir valdi að leika hérna C6 og förum aftur í skákina
Hann búinn að eyða helmingnum af upphafstímanum núna í 9. leik, þannig að mjög vel heppnaður undirbúningur hjá Vigni sem heldur áfram að þetta nú að blitza hérna, leikur D4. Drottningin fyrir Gunnar 6, reynir að stoppa hvítan í að róka, en hvíti má bara leika hér. Þetta er eitra peð. Svartar má einfaldlega ekki eyða svo miklu tíma í ekki neitt. Þannig út með mennina, Vigni rókar og stendur hérna mun betur. Törnulega með þetta 1,5 peð á hvítan og kannski aðalega því að þessi biskup stendur svo illa og hvítur með svona ákveðna pressu þann á drottningavegg. Að því sögðu fann Vigni kannski ekki alveg sterkust leikinn á þessu kafla, allavega samkvæmt tölvunni, en hélt svona þægilegu tabli. Leikinn biskup F3 og það snýst svolítið mikið það hvað þessi biskup hérna er slakur í svörtum. Þannig að hann C3 Vigni undirbýr að ég búið til meiri pressu hérna með A4. Hrókur B8 var góður leikur. Vigni byrði átættu með H3. Hrókur E8 áfram þetta A4 og nú opnaði Hilmi tablið 1-5. Vigni tók, hérna eru kaup og við það veikjast náttúrulega svartir reytir hérna í herbúðum svarts. Hrókur B D8, drottning finnur 4 og við sjáum að bara 8 mínútur eftir Vigni þetta kom niður í 14. En staðan erfiðari fyrir svartan, hann ekki enda búinn að leysa þetta vandamál með biskup hérna og riddari H5 núna var ekki góður í erfiðri stöðu þegar hann kemur drottning C7 og það er bara erfitt að eiga við þetta. Biskup Róni, nú þarf hann að vera ennþá verri út í horni og hérna sprakk hvíta staðan alveg út, drottning D6, hrókur E6 og hérna var svona loka kaflinn, drottning D8 skák. Þetta var alltaf ekki taka út á mátinu, þannig að það þarf að bera fyrir. En þá kemur þessi, riddari Nóni og riddari Gafall ofur yfir líka. Þannig að svartur getur ekki bjargað liðinu sínu. Það reyndi hrókur E5, en þá kemur hrókur D8 skák. Aftur mát í borðið, þarf það að fara tilbaka. En þá getur tekið á C8 og kallinn ennþá ofan í H5 og Hilmi gafst upp. Þannig að já, fínn undirbúningur sem lagði grunn að þessum sigri hjá Vigni. Hannes Lívar, hann náði mikilvæga sigur, hann hafði svart á móti Erni Leó. Þar fengum við lokaða síkilegur. Reyndar, óvenjuleg hugmynd hérna með A3 og B4 hjá Erni. Og mér fannst Hannes bara fá mjög þægilegt taflina. Leikur F5, þetta er þekkt úr Dvoretzky bókunum og yfirleitt tekur maður með gagnstæðu peði. Það er að segja að við tekum með G, að þá er þumalpunktsreglan að taka móti. Gömul þumalpunktsregla. Þannig að D5, við sjáum að svartur er mjög tressa stöðu. Ef hann er að laga hennar riddara þá stendur hann ansi vel, drottning 3. A6 sem svona gerir tilraun til að laga hennar riddara. A4 er hátur móti. Eftir B4, nú fær hann loksins reit fyrir hennar riddara og hann kemur inn í tablið. Þannig að svartur má vel vuna hérna og betra svartan en taktísku aðgerðina sem að Örnlega fyrir hér bara gangi ekki upp. Eftir E5 þá mat Hannes þetta rétt, hann tók á G2, þetta verður kaup, tekið E7, verðum að taka þetta og drondur H4. Svartur bara með ómörg peð fyrir þessum hrók og 2 peð fyrir léttumennina, 2 riddara og búngstafan opinn og mennir ekki að vinna vel saman í hvítum. Þannig að Hannes er mjög sterkt frumkvæði hérna og hann misti aldrei tökin hérna og hélt bara áfram. Örnlega reynir svona, að halda í horfið en þetta er bara mikið af peðum og mennirinn virkir. Þannig að hann eiginlega fekk ekki neitt við ráðið hérna, hann ekki með C-peð. Þá nær Hannes sinni meira lið, nú er hann skipta með yfir og auk þess með hættulega sókn og veik peð hjá hvítum. Þannig að það var ekki mikið eftir að þessari skák, riddari G3, ákom hrókur F3 og riddarinn á ekki marga riti og það er mát í borðinu. Það var bara mjög samfærandi dæmmerska hjá Hannesi. Þannig að Hannes er komin hálfvinningi eftir efstu mönnum. Dagur Ragnarsson, hann misti af ágætis tækifæri að svona blanda sér í baráttuna að hefði með sigri náð Hannesi en það gekk ekki upp. Fyrir satt við sögu hérna komum við svona hálfgerðan fínan sett á grunnfeld. Þetta er svona setup sem er yfirleitt þess með riddarann hér en bara traust. Allt er góð með það.
til staður, hrókur E8 í skák Súrab Asmaparsvili og Róman Slobodan. Það var eitthvað enginn að spyrja því, en innskott skákáhugamanns. 1-5, já, lengar reynir hérna að einfalda tablið eftir D5 kemur F5, drótning 1-2, tekið, en já, nú kom kaplið þar sem að Dagur svona tók yfirhenduna, líka með biskup E3, E4, drótning C4 og hérna ætti svartur leika B6 og tablið svona bara dýnum með stjálfæði. Riddari D3 gefur hvítum færi hérna á góðri, já svona gerfifórn að skipta menn, vinnur hann strax tilbaka. Það fær mjög hættulega færi út af D6 skák og þetta er svona ákveðin vandamál fyrir svarta. Kóngur H8, H4 góðleikur, en hérna fer Dagur út af sporinu. Það leikur riddari H3 sem er bara alltaf passíft. Það leikur mjög beint við að leika bara riddari F7 og styrkja hann riddara. Og ég held að svona kannski hefur að mista því að í þessari stöðu að það er bara allt of veikur kóngur hérna, erfitt að koma mönnum út, biskup D7 var með drótning D4 og já, kóngurinn okkar rétti, þannig að kóngur H7, biskup G8 til dæmis. Þannig að þetta hefði svona, já, ef svartur getur ekki tekið hérna þá drótning C7 að koma og svartur algjörlega í körfunum. Hins vegar eftir riddari H3 þá eiginlega einfaldaðist tablið full mikið. Það lengt eiginlega bara aðeins betra hérna, ef eitthvað er með biskupari, en þetta var fljótt að einfaldast og fyrir hérna hratt yfir sögu, en við fáum núna mislinga, svartur vissulega peði yfir, en þetta er auðvitað jafntefli á flestum geristöðum, við höfum nokkur leikir viðbót, en það skiptir ekki máli. Jafntefli saman, þannig að já, lengra komin á blað, allir komin á blað, en Dagur misti þennan góðan séns. Og sama má ég segja Guðmund Kjartansson, ég ætla að fara bara hratt yfir sögu svona, þetta á drottningabragð. Já, Björn hefur verið svona, tefla alls konar byrjanir, dreifir 6, hefur verið kaup og þetta var svona aðeins þægilegra hvítan en Bjössi hann náði einfalda tablið og Guðmundur svona, já, náði ekki búið til neitt sérstakt hérna, þannig að hérna eru bara drottningakaup og hérna virtist þetta bara stefna í öruggt jafntefli. Og svartur getur til dæmis að veit bara þinga jafntefli, bara tekið hérna og hér er verið eitthvað kaup á eyrinni. En Bjössi vildi halda einhverjum svona smá sensum, hafa 2-1 á drottningavæng. En við endum á að fara í Rosenthal sem að, já, er bara 0,0 hérna eiginlega allan tíman. Og förum hérna í lykilstöðuna eftir G4 og B5, hrókur H2. Það leikur Bjössars. Þetta er nánast tapleikur. Þetta verður Bjössi að leika F5 sem er þetta sá. Hann einhvern veginn vildi halda vinningsmönningum, hann svona taldi að ætti ykkur að sensa. En hugmyndi hér er náttúrulega bara einfalda að nú getum við bara tekið og H5 hafa bara tekið og hrókurinn kemur hérna tilbaka og þessi tvenna hérna, hún er bara komin langt til að hvíti getur unnið, þetta endar með jafntefli. Munurinn var sá að í framhaldinu eftir H5 þá hvítum með þetta F-peð, eða báðum með F-peð, en þetta F-peð á að ráða úrslitum. Þessi staða kom upp og hérna leik Guðmundur F6 sem er jafntefli samkvæmt tölvunum, endaði svona skák og það er engin leið áfram. Hins vegar í stað F6 þá er kóngur F8 unnið. Það er kannski hlaupið að sjá það, getur leikið hér til dæmis, hrókur H6, kóngur G7, segjum hér, hrókur H6 og það eru svona, já, ýmsar leiðir hérna og það er kannski ekkert auðvelt að sjá það að við getum tekið hérna, leikið H7 og hvítur á ekkert betra heldur en að leika hrókur G2, þá tökum við F7. Við framhaldinu fer þetta peð á stað, sjáum til dæmis hér að við getum leikið F6 og í kjölfari getur kóngurinn labbað tilbaka og við ítum báðum peðunum og hvítur vinnur. En já, maður skilur að það kannski ekkert auðvitað sjá með lítinn tíma, þannig að Guðmundur misti þennan góðan séns til að, já, halda í við efstu menn. En já, úrslitin Örlygur tapaði fyrir Hannesi, mikilvæg sigur fyrir Hannes, Guðmundur og Björn jafntefli eins og vorum að skoða, Vignir með mikilvæg sigur, Jafnar Hilmi á toppnum, Dagur, já, grætur kannski kottan jafntefli þarna
og týpurinn með jafntefli. Vigni Vatnar og Heimir 5 vinningar, Hannes Lífa 4,5 og Guðmundur 4, Dagar Reifnir með 4. Þetta efstu menn og já, Vignir, hann hefur svart á Bjössa, Hilmir hvítt á Dag og Hannes og Guðmundur mætast, þannig að þetta svona línur munu skýrast frekar á morgun og bara áfram gakk. Takk fyrir mig, sjáumst á morgun.